Til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við vantrauststillögu á ríkisstjórn sem tók svo sem ekki við beysnu búi eins og hér hefur verið farið yfir í ræðum þeirra sem hér hafa talað á undan mér. Og það er auðvelt að tala mikið verkleysi og gagnrýna án þess að leggja fram neinar beinar tillögur til uppbyggingar eða breytinga. Það er í sjálfu sér auðveldasta stjórnarandstaða sem hægt er að taka sér fyrir hendur. Ég held að við megum ekki vanmeta það sem hefur verið gert og hefur verið farið hér yfir þann mikla, gríðarlega árangur sem hefur náðst hvað varðar það að koma hér lagi á efnahagsmál, sérstaklega í ljósi þess að við öll hér inni munum mæta vel hvernig okkur leið þegar samfélagið hrundi á nokkrum dögum haustið 2008. Munum mæta vel að ekki aðeins leit allt út fyrir að vera svart í efnahagsmálum þjóðarinnar, ekki aðeins reiknaði fólk með því að jafnvel að vera að keyra á síðasta bensíntankinum sínum þessa örlagaríku daga í október, munum líka eftir því siðferðilega og móralska hruni sem varð, sem við höfum svo unnið að, höfum svo gert upp, meðal annars í rannsóknarskýrslu Alþingis og í skýrslu þingmannanefndarinnar, rannsóknarskýrslu sem ég tel að mörgu leyti einstakt plagg og eitthvað sem hefur vakið athygli auðvitað langt út fyrir landsteinana, að reyna að takast á við fortíðina og gera hann upp. Við getum alltaf deilt hvort nægilega hafi verið gert, en ég held að sé mikilvægt að hlusta á þá sem segja okkur núna að horfa til framtíðar. Hér hefur verið vitnað í hagfræðing Danske Bank, Lars Christiansen, sem hélt hér erindi í gær og sagði: horfið fram á veginn, hlutirnir líti ekki eins illa út og þið haldið og nú skiptir miklu máli að taka sig út úr hinni andlegu kreppu. Það var reyndar ekkert hlustað á hann síðast þegar hann kom hingað til lands og spáði fyrir hruninu og honum jafnvel sagt að sækja sér endurmenntun af forsvarsmönnum Sjálfstæðisflokksins, sem kannski þyrftu ekki síður á þeirri endurmenntun að halda miðað við þann málflutning sem hér hefur verið upp í dag. Við verðum að líta til þess að nú, eftir 2 ár í starfi þessarar ríkisstjórnar, hefur auðvitað náðst mikill árangur. Hæstv. Fjármálaráðherra fór hér yfir hin efnahagslegu mál, við jöfnuði ríkisfjármálum, hæstv. Forsætisráðherra nefndi ýmis önnur mál sem hefur verið unnið að, ýmsar réttarbætur, og við erum á þeim tímamótum að horfa fram á veginn og sjá ákveðna uppbyggingu hefjast. Og á hvaða forsendum verður sú uppbygging? Á hún að vera á þeim sömu forsendum og leiddi okkur út í hrunið? Það er stóra pólitíska spurningin sem við ræðum hér í dag. Hvaða forsendum ætlum við að leggja að grunni þeirrar uppbyggingar sem ég vona svo sannarlega að við deilum að við viljum sjá hér á landi? Og ég hef fulla trú á því að við getum byggt hér upp samfélag á grunni menntunar, þekkingar, vísinda, skapandi greina, breyttrar atvinnustefnu frá því sem áður var, þar sem hugað var á stórkallalegum, fáum lausnum í atvinnumálum, eins og mér hefur því miður fundist stundum brenna við þegar atvinnumál eru rædd í þessum sal. Horfum til þess hverju okkar menntakerfi og okkar samfélagslegu stoðir hafa skilað okkur. Bæði þessari viku var undirritaður samningur uppbyggingu ofurtölumiðstöðvar á Íslandi. Það er fjárfesting fyrir 200 milljónir króna og við erum svo önnum kafin við að rækta bölsýnina að við lítum ekki við einu sinni til þeirra tækifæra sem þetta getur gefið okkur. Ekki bara íslenskum vísindamönnum, heldur líka í afleiddum störfum og orðspori ef vel tekst til. Horfum einmitt á þessi smáu verkefni sem saman mynda stóra heild. Horfum ekki alltaf á þessar einhæfu stórkallalausnir þegar við tölum atvinnusköpun. Á þessu byggir líka sú stefnumörkun sem lögð hefur verið fram undir orðinu sóknaráætlun, sem einmitt byggir á 3 gildum: þekkingu, sjálfbærni og velferð. Og ég held að við höfum notað tímann vel. Því vissulega, ef við raun og veru horfum til þess hvert stefndi hér haustið 2008 og hvað gerðist, þá held ég að við séum á góðri leið með að byggja okkur upp eftir það. Það er að segja ná þeim jöfnuði sem þurft að ná til þess að geta svo stefnt til framtíðar. Og ég hef litla trú á því að vantraust á ríkisstjórnina, þingrof, verði til þess að byggja upp trú og von, eins og hv. Þingmaður og formaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson, sagði hér í ræðu sinni að það þyrfti að byggja upp trú og von. Hann gleymdi kærleikanum. Ég er alveg sammála honum að við þurfum trú, von og kærleika, en ég held ekki að þingrof og kosningar á þessu tímapunkti séu rétta aðferðin til þess. Nú hefur við fremur að líta á það sem sameinar okkur, fremur að líta til þess að koma hér á ákveðnum stöðugleika, fremur að horfa til þess að reyna að ná enn meiri árangri en þegar hefur náðst, og ég held að það getum við mætavel gert, ekki bara þessi ríkisstjórn sem hér er til umræðu heldur við öll hér í þinginu.
Því virðing þingsins sem fólki hefur hér líka orðið tíðrætt og er auðvitað eitthvað sem við ættum að hafa áhyggjur af, hana byggjum við auðvitað ekki upp nema saman og við gerum það ekki með karpi héðan í pontu.